Norrlenska nautakjötið, uppskrift af góðu kvöldi. Hótel Siglunes annað tveggja hótela á Siglufirði, byggt árið 1934 og hét einu sinni Hótel Höfn. Húsið hefur farið í endurnýjun lífdaga. Þar eru 19 herbergi, öll gerð upp í retro-stíl, en það sem vekur ekki minni athygli marokkóski veitingastaðurinn á jarðhæðinni. Kokkurinn var sóttur til Marokkó enda hafði hann þá heillað hóteleigandan frá Siglufirði með matargerðarlist sinni. Fyrir 4 árum var ég á ferð í Marokkó og ég sjálfsögðu fann besta veitingastaðinn á svæðinu sem var á vesturströndinni í Essaouira. Og ég fer þangað og þetta svona aðeins fyrir utan bæinn og upp í sveit, þetta var mánudagskvöld og ég og þáverandi kona mín voru einu gestirnir og eigandinn sat með okkur eiginlega allt kvöldið og spjallaði mikið við okkur og við vorum bara að ræða heima og geyma og meðan að þessi frábæri kokkur bar í okkur hvern réttinn fætir öðrum. Abrisar, eigandinn á veitingastaðnum, sagði mér meðal annars, það kom fram í máli hans að hann átti 3 konur. Í Marokkó máttu heimilt að eiga 4 konur. Og þetta var svona svolítið áhugavert, ég hafði aldrei hitt mann sem á margar eða fleiri en eina konu, mér finnst nú alveg nóg ein hefur alltaf dugað mér. Og svo í restina, þegar við vorum að borða desertinn, þá segi ég við hann, heyrðu, ég gera það tilboð. Ég á nefnilega svolítið sem þig bráðvantar og þú átt eitthvað sem mér bráðvantar líka. Þig vantar 4. konuna til að fylla kvótann og mig vantar hennar frábæra kokk sem átt hann fram í eldhúsi. Og það var náttúrulega bara handsala á staðnum og en auðvitað náttúrulega var þetta grín en síðan kemur kokkurinn fram og ég náttúrulega þakka honum fyrir frábæra mat og segja honum þetta, heyrðu vinur, þú ert bara að fara að pakka því ég var bara að kaupa þig, þú var til Íslands. En þessi bón kom kokknum nú ekki úr jafnvægi, enda heimspekingur einnig og vel að sér í landafræði. I want you to come to work in my restaurant. Where is your restaurant? In Iceland. Iceland. He surprised me really. And where in Iceland? In Reykjavik. No, I'm 400 kilometers up the north. I get my phone, looking the map. Where is this place called Siglufjörður? Okay. From the beginning, I can't say yes, I can't say no, because he surprised me, Your guest finished to eat, and after finishing, he said to you, I want you to come. And I know it's not easy, The day, I said to him, okay, I give him all my cordone, And the day later, he came back to speak with my boss. The boss, he said, Jawad is free. If he wants, he can go with you, no problem. And then we started to look about the application and everything. And then the story starts from this night. Ég náttúrulega vildi ekki stela, þetta var náttúrulega að byrja sem grín og ég vildi náttúrulega ekki stela besta kokkinu frá vinni mínum, Abrisar. En gat aldrei alveg hægt að hugsa þetta því að þetta var mjög eftirminnileg máltíð. Og 3 dögum seinna þá gerði ég mig ferð þegar ég vissi að veitingastaðurinn var lokaður, hitti aftur eigandann og fékk hjá honum leyfi. Ég sagði bara, heyrðu, ég hef mikinn áhuga á því að bjóða kokkinum þínum vinnu og ef þú samþykkir þá vil ég gera það. Og hann eftir svolítið umhugsun, hann samþykkti og sagðist ekki vilja standa í vegi fyrir honum ef hann vildi fara. Og ég hafði samband við hann, bauð honum vinnu og þar með fór boltinn að rúlla. Það reyndar tók 1,5 ár að fá atvinnuleyfi fyrir hann, önnur og löng saga. En hann komst til Íslands og það var biðarinnar virði, virkilega þess virði að bíða eftir hann.
In the beginning, I was afraid if Icelandic people don't appreciate a lot of spices, and because I know the Nordic food in Scandinavia and the North is totally different than the Mediterranean food. But I said, Haldan appreciated, why not? The Icelandic, maybe they love. Heimspeki og matargerð eiga greinlega vel saman, ekki síst ef hægt að bæta geitostagerð, kryddjurtaræktun og grænmetisrækt í blönduna. Inn í eldhúsinu á Siglunesi sést vel hvernig Sjáet Híbib leggur alúð og metnað í matargerðina, enda fullt á þessum litla veitingastað flest kvöld vikunar. En aftur að hótelinu sem einu sinni gegndi aðalhlutverki í skemmtana menningun á Siglufirði, ekki síst á síldarárunum. Mér langaði að reyna að fanga svolítið þennan tíma og sem dæmi að þegar ég stóð í þessu þá auglýsti ég innanbæjar eftir húsgögnum frá þessum tíma. Fekk rosalega góð viðbrögð. Og það til dæmis sófasett frammi sem er smíðað hinum megin við götuna af Jóa Dívana, frægum bólstra. Hér voru þessum árum 3 verkstæðir sem framleiddu húsgögn. Og þar á meðal þetta upprunalega sófasett frá líklega svona 1940 með upprunalega áklæðinu sem að aftur, það má eiginlega segja hver einastu hluturinn inni á mjög mikla og sterkar sögu. Þetta sófasett til dæmis átti ungt fólk sem að þurfti skyndilega að pakka saman og flytja til Reykjavík þegar síldin hvarf, setti þetta í geymslu. Það er ástæðan fyrir því að settið, það var síðan í geymslu áratugum saman. Síldin kom náttúrulega aldrei aftur, eins og þau höfðu ætlað að koma ári seinna eða bara leiða síldin kæmi. Síldin kom ekki, en að settið var í geymslu og þangað til að enda inni hjá mér. En þó síldin hafi ekki komið aftur, það má segja að annars konar silfur hafi lagst að bryggju í bænum sem skilar honum góðum arði. Siglufjörður er bær þar sem grunnurinn er menning. Hér byrjar allt að fara upp á við þegar síldarminjasafnið er komið. Síðan kemur þjóðlegahátið, þannig að púlsinn frá Siglufirði, suður til Reykjavíkur, er menningapúls. Hér eru hlutirnir að gerast, hér er pláss fyrir íslenska menningu, hér erum við að axla ábyrgð á sögun okkar og þegar svona grunnur er, þá gerist allt annað í takti við það. Og náttúrulega það stórkostlega starf sem Róbert hefur unnið hérna á Siglufirði, þetta leikur svo vel við. Húsin eru svo falleg, samfélagið er opið, það er líka sjálfbært, það er ótrúlega mikið í gangi hérna, það eru liðsýningar, það eru skemmtileg viðburðir. Þetta heillar mig, svo ég tala ekki skíðasvæðið. Það má vissulega segja með sanni að veitingastaðurinn á Siglunesi breikki matarflóruna, ekki bara á Siglufirði heldur á Norðurlandi einnig, og þegar þau hjón eru spurð uppáhaldsréttina sína, stendur ekki á svari. Lambatasín með fíkjum er uppáhaldið mitt og svo kjúklingatasín með sítrónum sem hann er einhvern veginn búinn að gerja og ólífum. Það er bara ógleymanlega gott, hvoru tveggja. Uppáhaldið hjá mér núna er ostarnir sem hann er að framleiða og síðan gulrótarsúpa, alveg ótrúlega góð með ís í desert. Mér fannst þetta hryllilega eitthvað óspennandi þegar ég sá þetta á matseðlinum, en alveg yndislega gott. Svo er líka annað með að Sjáet kokkinn. Hann er heimspekingur í grunninn og þegar fólk kemur í annað starf með öðruvísi bakgrunn en flestir, þá sést það bara á matnum. Og ég verð að segja að ég hef farið 2 sinnum til Marokkó. Ég hef aldrei fengið jafn góða mat og hér á Siglufirði. Norrlenska nautakjötið, uppskrift á góðu kvöldi.